Já, komið sæl og blessu og velkomin að viðtækjan og það eru Pétur Jón Sigfússon og Sverrir Þór Sverrisson sem að heilsa ykkur þessum drottins dýrða föstudegi. Og í útvarpsþættinum FM 95 Blöð, þar sem Auðun Blöndal er vant við látin. Já. En þó ekki látin. Nei. Hvernig áttu þessi? Það var ansi góður þessi. Já, hann djúpur. Til hamingju með þennan. Já, þakka að kella fyrir það, minn kæri Pétur Jón Sigfússon. Þetta er í fyrsta skipti í sögu útvarps, þar sem við tveir erum að stjórna þætti. Það er hár rétt hjá þér. Og hvernig er tilfinningin? Tilfinningin er góð. Já. Það er ótrúlega fyndið. Framundan eru 2 tímar, sko. Já, eins og mér leið alltaf illa með þér í sjónvarpi. Já. Líður mér vel með þér í útvarpi. Já. Leiðir alltaf illa með mér í sjónvarpi. Nei, það var því að þú vissir aldrei neitt hvað varst að gera og svona. Þú varst alltaf einhvern veginn svona út á þekju. Fannst þér það óþægilegt? Svona ekki beint eins og væri með Down syndrom, heldur við svona up and down. En já, ég skilji. En ég finna, ég er þannig ennþá, sko. Já, ég veit það, en þú ert vanur útvarpsmaður, sko. Já. Þú byrjaðir í útvarpi. Já, ég er samt ekki vanur, sko. Þú ættir að vera vanur. Já, ég er það ekki. Ég yfirleitt nálgast allt bara með þessu sem þú varst að tala um, sko. Já, þú bara svona veður í eitthvað, já, það reddast. Það reddast á endanum og blessast og... Já, það er góða við að það er svo þægilegt að vera með þér að því að þú getur talað endalaust, sko. Já, ég get talað endalaust. Já. Og hingaður við komnir í dag á FM 957 til að tala. Já, og fara yfir stöðuna. Og það er komið tími til að fara yfir stöðuna og ég get látað ykkur vita af því, föstu hlustendur þessara stöðar og FM 95 Blöð, að við ætlum ekkert að vera að vasast og í ykkur svona sem að Öddi Blöð er að vesanast, sko. Nei, við nefnum því ekki. Nei, við ætlum ekkert að vera að fara í slúður eða neitt slíkt. Það verður ekki spila lag eftir Justin Bieber í þessum þætti? Nei. Og Jennifer Lopez? Nei. Eða Jay-Z? Öll þessi jóð? Já, og Euphoria ekki spila. Já, það er enda fínt lag. Nei, ég er alveg búin að fá bara... Euphoria. Já, ég er búin að fá niðurgang af þessu. Já. Þetta er alveg svínvinsælt, maður. Já, en mér er alveg sama. Við spilum bara... Já, ég meina, ok, ef þið langar að spila Euphoria, þá gerum við það. Já, Við spilum bara svona lög sem okkur langar til að spila. Já, það er gaman að henda í nokkuð stónslög og svona. Já, það er alveg rétt hjá þér. Sinna eldri kynslóðinni, örlítið. Nú, svo komum við til með að kíkja á forsíðu blaðana. Já, það er þetta, vissi ég ekki. Já, forsíðu blaðana, það er eitthvað sem að menn gera í útvarpi. Kíkja á svona... hvað er að gerast á forsíðum blaðana. Svo kemur náttúrulega Sverrir Bergman hérna. Já, það er náttúrulega þessi föstu póstar hjá okkur í dag. Sverrir Bergman kemur með föstudagsslagið. Það er nú alveg þetta ræði ímislegt við hann. Já, við getum... Ástarmálinn. Já, Öddi nefnilega finnst mér. Öddi er alltaf eitthvað svona að taka hann niður, finnst mér. Já. Kallans Chubby Little Swessmen og svona. Já, hann er ekki... Það hefur verið svolítið. Það sem að Auðun Blöndal hefur verið að gera í gegnum tíðina. Já. Það er að upphefja sjálfan sig. Já. Með því að rakka niður vini sína. Já, eins og Huga og svona. Já. Huga, Sverrir Bergman. Mig og þig, frænda. Já. Og alla þessa stráka, hann er alltaf að tala niður til þeirra. Já, til að upphefja sjálf á sig. Já. En af hverju er hann að því? Ég meina, af hverju er hann að upphefja sjálf á sig? Það er því Auðun Blöndal fáviti. Og all hans fjölskylda. Og allir á Sauðárkróki. Ég varstu snöggur til, maður. Ég vissi svarið. Það er því Auðun Blöndal fáviti. Ég vissi svarið, sko. Ég var að hlusta á þetta í gær. Þeir voru hérna Steindi Junior og Benti í gær. Já, Benti. Benti rappari. Benti. Þú er 40 plus. Benti hérna með einhverjum. Ég er mismældum. Ég veit alveg hann heitir Bent. Já. Ég ætlaði ekki að segja Benti. Nei, hann heitir... Það er enda mjög fyndið. Bent. Straight. Ég heiti Bent. Það er eitthvað krakkalegt. Hvaðan kemur nafni Bent? Eitthvað norst. Við getum spurt, hún er alltaf að koma hérna eftir. Já. Konan hans Bent. Já, hún hlýtur að vita hvað það þýðir. Já, fjandinn hafið það. Já, hvaðan þetta kemur og hvað það þýðir. Þú segir ekki að manninum og viti hvað nafnið hans þýðir. Nei, það er alveg hárrétt hjá þér, sko. Hún er að koma, hún Þórunn Antonía. Já, en ég ætlaði bara, þeir voru inn í gær. Steindi. Já, Steindi og Bent. Þeir hringdu í Auðun Blöndal. Já. Og hann bara lagði á. Já, hann vildi ekki svara. Hann er nefnilega, sko, við getum prófað að hringja hann. Verðum við ekki að prófa að hringja hann? Já, alveg heiklust. Spurði hann hvað hann er að gera. Já. Þannig að, svona, ef við summum þetta upp, bara hægt og rólega, ekki neinu látum, sko. Þá kemur... Byrjað þú að summa þetta. Við erum að tala um að... Mér finnst þetta svo gaman, sko. Það er smekksneisa. Það er stútfullu þáttur. Það er stútfullu þáttur og ekki neinu.
En ég er með ýmsar hugmyndir. Já. Svona FM, þeir eru alltaf að gefa eitthvað drasl. Hérna, veist, eins og áðan, vöktu gæja og buðanum á hröðaskildu. Já. Við höfum að ringja bara í eitthvað númer. Getum við það? Það er sími hérna, sko. Já, en... Já, menna það sé svo erfitt að ringja bara í eitthvað númer. Nei, menna, getum við gefið einhverjum... Nei. Á hröðaskildu? Nei, alls ekki. Ljúum bara fólki, heyrðu, hver er það? Ég heiti Sigrún. Heyrðu, þú varst að vinna þér í ísskáp. Til hamingju með það, þú getur sótt hann hérna upp í Skaftalíð og skella svo bara á. Já, en ég meina hvað, svo kemur fólk hérna og engin ískapur. Já, þá er bara, veist... Og þú á bak og burt og ég líka og... Já, og... Fólki bara á... Þetta var í þarna Öddi blöð þáttinum, þá lendir hann í því á mánudaginn en Öddi. Já, minnst það góð hugmynd. Gefa drasl. Já. Á þess að fólk viti á því og hafi tekið þátt í leik. 18 sæta rútu. Já, þú tókst þátt í SMS-leik FM 957 og Ólís og Svala og nefna alls konar fyrirtæki. Já. Þú ert búinn að vinna þér inn bensín og það er á leiðinni til þín. Bensín? Já, takk fyrir það og skella bara á. Já, snurri til á það. Ég er að segja það, þeir eru búin að æsa upp almúan, það er bara sími stoppar ekki. Já, það. Já, en við ætlum ekki að svara símtölu, við ætlum að ringi fólk. Já. En áður en lengra er haldið. Kæru hlustendur, þá ætlum við að opna fyrir síman. Já, opnum síman og... Fyrsta skiptið sem opnaðir fyrir síman í opnunar innkominu. Akkur er fólk að ringja? Spjöllum við þetta lið. FM. Já, ég ætla að hafa Óskalag. Já, takk fyrir ekkert. Næsti hlustandi, FM. Ha? Já, góðan dag. Já, góðan dag. Við erum ekki að fara að gefa Óskalög, sko. Þetta er ekki þannig þáttur. Ok. Hvað vantar þig, Galli? Hvað vantar? Mig? Já. Ég er nú bara að stela ykkur. Ok, Já. hvað er kallinn að vissinast? Ég er þá bara á rúndinu. Já, chillar á rúndinum. Já, ertu að vinna? Æ, ég er í Björgvinsvinni. Þú ert í Björgvinsvinni og er ekki verið að bjarga neinum? Það má aldrei vita á. Er engin túristi fastur upp á jökli bara í einhverju rugli? Æ, ég veit ekki, ég er ekki komin að löpu til ennþá. En þú ert með símbóðan á þér, tilbúinn? Jú. Það er nú gott. Það er snill, maður. Það er gott. Heyrðu Hvað heitir þú? Ég heit Ágúst. Ágúst. Já, maður. Já, maður. Hvað heita það lengi? Já, ég fættir, sko. Hvað ertu gamall? Já. 18. Já, frábært Ágúst, 18 ára. Við þökkum þér kærlega fyrir spjalli, gamli. Kíkjum á. Ekki í málið og við fáum næsta hlustand á línuna FM. Halló, góðan daginn. Halló. Þú ert í beinni útsendingu hér hjá okkur á FM. Velkomin, hvað segir þú gott? Ég segi gott, sko. Hvað er að vera að vasast svona setjapart föstudags? Já. Það er bara að vera að rúnda. Rúnda? Ertu með aldur til að rúnda? Já. Ég er enda með vinkonum minni, hún Þú er ert- alveg til að rúnda. Þú ert farþegi í bíl. Ég er farþegi í bíl. Hvað heitir þú? Ég heit Elsa Sönn. Já, ertu að hlusta á okkur strákana? Ég er að hlusta á okkur. Og hefur gaman að? Ég hef gaman að. Já, er það ekki? Jú. Hvað, eru þið skvísundan að skoða stráka á Laugaveginum eða? Nei, við erum reyndur á Ísafirði. Á Ísafirði, eða hvað? Vá, hvað það er magnað, maður. Svo þegi. Já. Já, ég tók mynda mér með þér. Þú varst að dæla bensín á bensinstöður í Ísafirði. Já, alveg rétt, já. Ah, Ég man eftir því. varst á Ísafirði núna nýla? Ég var á Ísafirði á... Ég var ekki rauðhær, ég var svona lítil í rauðri úlpu. Já, varst lítil. Þú varst ekki rauðhærð, en þú varst í rauðri úlpu. Nei, ég var í rauðri úlpu. Já, ég var á Ísafirði 17. júní, maður. Í alvöru Það takk. var svo yngislegt á Ísafirði. gott. Manstu eftir strákum þrejum sem héldu á þér? Já. Já, vinkona mín tók myndina, hún situr hérna á hliðina á mér. Ertu að grínast? Nei, ég... Skilaðu vængjafnir kveðju frá Sveppakrun. Ég á að skila vangjafni hverju svo Sveppakrun. Herðu, ég byrði að heilsa Pétri Magnúsinni, hann er hann á Ísafirði. Þekkið þið Já, hann? ég þekki hann ekki, en ef ég finna hann, þá skila ég hverju til hann. Gerðu það, gott að heyra. Já, Leitar gamla. Ok. ok. Herðu, ég var á Ísafirði 17. júní. Já. Þú varst á Ísafirði 17. júni sem er bara síðasta helgi. Já, Eða ekki? síðasta helgi, sko. Já. Keyrði það, yndislegt að keyra inn Ísafirði djúpið og það allt. Já. Hefur gert þetta? Já, ég hef gert hana. Já, þetta er mjög gott. Þetta er sko, en maður spyrja þínu. Já. Fóruð þið bara 2? Við hjónin? Já. Nei. Bara krakkana og allt. Já, við erum með 6 mánaða gammalt barn, hvað, þú bara að geima það bara í póstkassanum heima? En ég meina, var þetta ekki 8 klukkutíma akstur? Jú. Og hvernig var hann á leiðinni? Það veit 6 ég ekki, mánuði. hann var í skottinu. Ég rúlaði honum inn í svepppoka bara, maður. Nei. Jú, og smá kandifloss með honum. Bara með svona, og garslöngu sem hann gæti andað í gegnum. Svo getur þú opnað, sko, úr aftursætinu inn í skottið á bílnum. Já, kíkt á hann bara. Já. Já. Nei, hann var mjög brattur. Við stoppuðum og svona. Já, þetta hefur verið næs. Já, þetta var indislega ferð. Já, hvar gistu þið? Heyrðu, við gistum í húsi bara milli Ísafjarðar og Hólmavíkur. Milli Ísafjarðar og Hólmavíkur, var það eitthvað sem þið leigðu bara? Já, það var Fóruð þið bara á netið í löngu áður en þið lögðu að stað og bara funduð eitthvað sem þið gáttu leik? Nei, það var vinafólk okkar var búið að græja þetta allt saman. Já, Við komum vinafólk þarna bara sem býr fyrir vestan þá? Nei, sem býr í Reykjavík og var búið að fara á netið og leigja. Já, fóruð þau á netið fyrir ykkur?
Nei, þau leigðu Hringdir þú í eitthvað annað fólk bara, heyrðu, getur þú kíkt á neti fyrir mig? Nei, þau voru búin að ákveða að vera þarna í viku, sko. Já, ok. Og svo ákveða við bara að koma í 2 daga í heimsókn. Ég að lesa ekki, þannig að þau voru þarna? Já. Ok, maður, ok, nú ertu búin að leysa þetta alls. Já. Það vafðist alveg svakalega fyrir mér. Þeir eru með stilt á FM 95 Blö hér á FM 957. Sverrir Þór Sverrisson og Pétur Jóhann Sigfússon með eitthvað til 6 í dag og já, þetta er ennþá upphafsinnkoman. Og við ætlum að enda hana með íslensku bandi sem heitir Sigur og lagið heitir eitthvað. Hvað heitir þetta? Farðu Þetta er sikkert flott lag, lagið er Curling. Já, curling. Hlutin er Mesopotamía. Ó já, takkið þetta með ykkur á kottan í kvöld, krakkar. Og þetta er, við sjáum þetta í smástund. 957 Pepsi Max og Túborg kynna Besta útiháttíðin Gaddstaðarflötum Hellu Dagana 5. til 8. júlí Bestu böndin, bestu plötusnúðanir og langbesta skapið Ekki missa af líklega bestu endurkomum ársins Sóldögg Á Alibaba á Facebook og þú getur unnið gjafabréf fyrir 2 Arabískur matur, arabískt te, arabískt kaffi og arabískt tónlist Rikki G og Alibaba Frusu góðir saman Kæru Íslendingar, ég vil minna ykkur á mig núna í kosningabaráttunni. Ég er heilbrigð og varla gramm af fitu á mér. Ég er sæt en nota samt engin tricks til þess. Ég er köld og fersk og fell ekki á neinu bragði og umfram allt ég lofa ykkur hollustu. Ég heiti Jóker og er ferskur jógúrtís. Endurnýjaðu kynnin með Fanta Lemon í næstu verslun. Eigðu Fanta gott sumar. Naturfrisk Engifjöröl. Hressandi góðstrykkur. Galaxy S3 er kominn í verslanir Símans. Á stærsta 3G-neti landsins nýtirðu snjallsíman til fulls. Meira Ísland með Símanum. Þú hefur þetta allt í hendinni. Þú færð 8 kjúklingavængi frítt með hverri máltíð á hamborgarafabrikunni á mánudögum og þriðjudögum í allt sumar. Sæktum kortið og náðu í appið á hringtorg.is. Já, kæru hlustendur FM 957, þetta var engin annar en Múgísan. Ísfiska undrið eins og sumir kallan, búsettur á Súðavík, sem er indælist tónlist. Já, óbúslega ljúgur drengur held ég líka. Nei, ég hef aldrei hitt hann. Ekki? Nei. Ég hef hitt hann í eigin persónu. Ertu að meina það? Í eigin persónu. Já, ekki platmúgísonana sem er út um allt. Nei, það er óþólandi að rugglast á þeim. Ég var búinn að spjalla heilengi við platmúgíson sem er bara svona plastfígúra hérna nýr á Hafnabakka. Já. Og spjalla heilengi við það þegar ég fara að fatta þetta á platmúgíson. Stönddobbulinn. Já, óþólandi. Já. En svo hitti ég hann einu sinni í alvöru og sá maður var opáslega yndislegur að tala við. Já, svo mjúku gæi bara. En við höfum ekki tíma til að velta okkur upp úr því. Við erum að fara inn í dagskrárliðin forsíðu blaðana. Já. Sem er rosa mikilvægt. Alltaf þegar maður er með síðdegstætti, þá þarf maður að vera með svona forsíðu blaðana dagskrárlið. Vegna þess að, sko, ég veit þú gerir ekki grein fyrir þessu, en það er alveg gríðarlega mikið magna fólki þarna úti sem búið að vera að vinna í allan dag og ekkert haft tíma til að kíkja í blöð. Nei. Og hver er að sinna þessu fólki? Einmitt. Ég og þú. Já. Þannig að... Nú það eru margir, hvað er að frétta maður? Ég er alveg dottin út úr öllu. Hvað er að gangi? Einmitt, eins gott að fyrir þetta fólk að vera rétt stilt á 957 vegna þess að hérna færa að frétta þetta beint í æð. Já, þetta var að fá með að frétta þetta beint í æð. Nú, ef við kíkjum á forsíðu fréttablaðsins. Já. 22. júní, nei, þetta er vitlaust blað. Nei, það er föstudagur. 22. júní 2012. Þetta er í gær. Mér fannst allt í henni svo að væri ykkur allt annað dagur í gangi. 2200 manns í skóla eða vinnu vegna sérstaks átaks. Ok, hvað þýðir það? Verkefni Vinnandi vegur skýrir mikla fækkun atvinnulausra síðustu mánaðamót. 40% atvinnulausra hafa verið án vinnu í ár eða lengur. Þetta er beint ekki skemmtilegasta sem er á forsíðunni. Þannig að förum þetta neðar. 40% atvinnulausra hafa verið án vinnu í ár eða meira. Lengur, já. En það er ekki það svolítið sem er ekki 100% atvinnulausra búin að vera atvinnulausir. Hvað er hinn 60% að gera? Er þeir að vinna? En þá er þeir ekki atvinnulausir. 20% lengur en 2 ár. Ok, klassi. 300 teknir af bótum fyrir að hafna vinnu. Fyrir hafna vinnu? Nei, fyrir að hafna vinnu. Já. Herru, það eru mjög skemmtilegra, eitthvað léttara. Það er fleira á forsíðu fréttablaðsins. Papparassar
á Íslandi. Já. Já, kallið minn, Paul Hennessy. Ljósmyndarinn Paul Hennessy og Evan Lawrence eru stattir hérna á Íslandi í þeim tilgangi að ná myndum af stórstjörnunni Tom Cruise. Þolinmæði er lykilatrið í þessum bransa og að láta ekkert stöða sig, segir Hennessy. Félagarnir. Shit, hvað það er leiðinlegt, maður. Vera sendur að einhverju tímariti í Bandaríkjunum bara. Heyrðu, þú ert að fara til Íslands. Að gera hvað í anskotanum? Tom Cruise er á Íslandi, þú voru að reyna á mynda á honum. Hvað, in the capital, Reykjavík? No. Nei. Hann er einhvers út á landi, maður. Þú verður bara að finna hann, maður. Þetta er risastór eyja, maður. Gangið vel, gallinn. Já, og veistu að ná mynd af Tom Cruise er bara eins og að ná mynd af heimbrima á flugi. Já, það er rosa erfitt, eða ekki? Það er bara, þú gerir það ekkert 1 og 3, gallinn. Þú ert á kafi í fuglaskoðun, eða ekki? Já. Heyrðu, á ég að lesa meira þetta? Já, er eitthvað meira á Fossi Fréttablaðsins? Nei, viltu veita meira þetta papparazzar á Íslandi? Nei, er þetta ekki bara einhver gæi sem er að reyna að ná mynd af Tom Cruise? Jú, minna ljósmyndar, þeir vinna reyndar báðir á eigin vegum. Selja svo myndirnar, þannig að þeir eru að koma hérna á eigin vegum. Selja svo til alþjóðlegra fréttaveitu og myndabanka. En þessi viðurkennir að... Halló? Hæ? Sælar? Er þetta FM 957? Já. Ótrúlegt með virðast, þá er þetta það. Við erum að fara hérna í forsíður blaðana. Bestu umhverfin, hún er afmæli í dag. Já, hvað er hún gömul? Og hún er 14 ára. 14 ára, já. Og hún heitir Ólína og... Ólína? Henni langar svo mikið að þið syngja afmælissyngin fyrir hana. Já, hún Ólína? Já. Já, hvar er þið? Við erum heima hjá henni. Bara í tölvuspili eða? Nei. Hvað er það að vasast? Hún er að baka kökun í eldhúsi og ég og bróðir hennar erum að syngja og hún er að hlusta FM 957. Þetta meina og nú erum bara niðri með tárin í augunum og hveitið í höndunum. Já. Þetta er ótrúlegt líf. Hún vill hún láta syngja fyrir sig. Já. Hún bjóst nú ekki við þessu þegar hún vaknaði í morgun hún Ólína litla. Nei. Nýfemd og fögur. Já. Með hveitið í höndunum og tárin í augunum. Ó já. Hún hafa afmæli í dag. Hún hafa afmæli í dag. Hún hafa afmæli hún Ólína. Hún hafa afmæli í dag. Til hamingju 14 ár í dag. Hún er 14 í dag. Hún er 14 ár hún Ólína. Hún er 14 ár í dag. Já, taktu þetta með þér á kottan í kvöld. Hún hlýtur að vera ánægð með þetta, eða ekki? Jú, það heyrist. Hún er öskrandi í eldhúsinu sinni. Já, hún er öskrandi í eldhúsinu. Einmitt. Það er það sem þessar konur er að gera alltaf inn í eldhúsi. Öskrandi bara, með hveitið í höndunum. Já. Heyrðu, gaman að þessu, takk fyrir þetta. Já, bye. Bye. Já, og þá skiptum við úr fréttablaði yfir í morgunblaði. Finnst þetta leiðilegt? Nei, minnst það geðvitt. Herðu, varar við of hraðri fjölgun hótelherbergja hérlendis. Hver? Hraður. Er einhver gæi bara, heyrðu, nú verðum við að vara við, sko. Það er komin allt og mörg hótelherbergi hérna. Allt og mikið. Hver er þú? Ég heiti Einar Björnsson og ég sé, passa upp á þetta, það sé ekki of mörg hótelherbergi hérna. Hótelherbergi að sér á einhver. Og það er alltaf mikið rúmum til. Hraður vöxtur í hótelgeiranum og mikil fjölgun íbúða sem eru leiðar út til erlendra ferðamenn að kunna fyrr en varir að leiða til offramboðs. Já, eins og allt á Íslandi. Það er í rauninni, þetta er skrifað svona eins og hótelherbyggi á Íslandi séu bara með sjálfstæðan vilja og fjölgir sér sjálf. Ert þú hótelherbyggi? Já, ekki að sofa saman og búa til auka. Já, í hvora herbygginu viltu vera? Já. Mínu eða þínu? Það er bara eins og sé bara ekki neitt ráðið við neitt og enginn ráðið við neitt. En þetta er samt mjög típist. Það kemur einhver og segir, herru, já, fjölgun túrista á Íslandi gríðaleg. Já. Byggjum hótel. Já. Byggjum hótelsteini. Já. Þú veist, menn sem eru svona... Ég er með business summit. Hótel. Og bara ódýrt. Bara eitt rúm og bara svona skápahótel. Já. Menn fara á flug í svona, sko. Sko, já, það er réttir. Og útlendingarnir eru, það er reyndar, sko, hótel, það er bara strembið að fá hótel núna, til dæmis bara næstu helgi. Þetta veit ég. Nú, akkur. Já, þú byrðið Hafnarfirði? Já. Þið langast stundum að kíkja í bæinn og gista? Ég ætla að kíkja í... Kíkja á hótel? Ég ætla að, þú veist, gera mér, já, kíkja í bæinn og vera á hóteli núna næstu helgi. Já. Og það er bara allt uppbókað. Já, ok. Þannig að... Já, FM, góðan dag. Já, FM. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn.
Herðu, frændi vinnur frænda með svo ammali í dag. Já, hann verður bara að eiga það við sjálfa sig. Takk fyrir þetta, gamli. Næsti... Nei, þetta er rugglaður. Anna afmæli. Verðum við í þessu í allan. FM, góðan dag. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Jæja, hvað segirðu þá? Ég segi allt flott. Já, þú... Herðu, langar að setja smá kveðju. Já, hvert langar að senda kveðju? Herðu, til Vestmanna í vinnslustöðina. Já, það var komið tíma á það. Kafi í makríl. Allir á kafi í makríl núna þar? Hvað segirðu? Ég held að makrílinn væri ennþá fyrir vestan. Nei, þetta er allt komið til eiga. Hann er kominn, já. Já, hann er sko kominn. Já, þetta er rosalegt. Hann er alltaf fullið þar. Hvað er gert við makríl? Hvað er gert við hann? Já. Það settur í póka og sendur út eitthvað Þýskalands eða eitthvað. Settur í póka. Ég trúst enginn hér, þetta er svo ókvæmlega. Þýskarnir eru vittlausir í makríl. Fristir þetta og ég þetta bara með bernasós og brauði, maður. Ég held það, já. Ert þú út í Eyjum? Nei, veistu, ég sem betur fyrir losnaði bara fyrir viku síðan. Þannig að þú hefur ekkert séð makrílinn, er hann feitur eða? Hann er svolítið feitur. Já, það er snill. Feitur, sko. Það er flott, við sendum kveðju á... Takk fyrir það. Ekki máli, gamla, takk fyrir að hlusta. Takk fyrir að hlusta, já. Bye-bye. Heyrðu, já, við höldum áfram með forsíðublaðana. Nei, ef við ekki að halda áfram með... Hlustendur? Já, FM 957, góðan daginn. Já, hvað segir Kjellur? Þessi? Já. Þessi var þess. Já. Þessi er allt. Þetta var flippari. Þetta hefði ég gert líka ef ég væri svona. Ég líka. Þetta hringi í strákana maður og urra í síman. Já, góðan daginn. Sælir. Já, góðan daginn. Já, hvað segirðu? Segir þið gott? Bara fínt maður. Eða ekki? Við sitjum nú bara hérna félagarnir að spjalla, sko. Já, mér kemur sem vel að eitthvað maður. Hvað heitirðu? Ég heiti Jósúa. Jósúa? Nei, Jósúa. Jósúa? Nei, Jósúa. Ok. Já. Hvað er að frétta mömmin og pappa? Herru, það er bara, ég veit það ekki, þeir eru ekki með að heyri þeim. Ég trúi því. Skýrðu Jósúa og láta svo ekki heyri í sér. Ég er að djóka, gamli, hvað er verið að vassast? Herru, ég er bara vakt í Vestmanni. En nú býtu... Það er verið símarnir. Á vakt í Vestmanni? Þarf að vakta Vestmanni eða bara? Já, það er nöðsynlegt að vakta þær á hvernig. Hvað, ertu nýri í dal eða? Nei, ég er bara í vinnslustöðinni. Þú ert í vinnslustöðinni? Og er ekki brjálað mikið að gera í makrílnum eða? Herru, nei, það er bara stopp núna hjá okkur. Nú, akkurru? Það er bara eitthvað bílar. Já, það er eitthvað bílar. Er það ekki alltaf best þegar það bílar eitthvað? Þá getur þú bara að fara út og slaka á. Já, einmitt. Hvernig er veðrið í Eyjum? Herru, það er geðveikt. Þú lígur því? Nei, ég líg ekki neitt. Jú, það er alltaf ef maður hringir eitthvað út á land að segja allir þessi gott veður. Hvernig er veðrið og segju satt, gamli? Það eru bara allir að tana úti. Já. Allir að tana bara? Þeir sem eru í pási þá er bara allir að tana. Þeir skipst úr sól. Og hvað á að gera um helgina? Herru, ég bara veit það ekki. Allt úr ráði, hvað ertu gamall? Ég er 94 model. 94? Já. Það gerir þið nú bara 18 ára. Já. Þetta er snöggur að reikna maður. Ekki alveg 18. Solid 17? Já, svona 17 ári. Nei, 18 ári. Og það ekstra á milli 10 og 20? Já. Á að þrýsta niður nokkrum kvöldum í kvöld, eða? Á að þrýsta niður nokkrum, eða? Eru menn byrjar að fá sér hérna 18? Þrýsta niður nokkrum? Jú, það er alltaf með Já. Bara að reyna að fela þetta nú anskotu vel fyrir mömmin og pappa. Já. Heyrðu, það er gott að heyra, hérna halda áfram og njóttu inn í pásinni. Við byrjum með heilsu öllum í síldavinnslustöðunni hérna á Egilsstöðum. Ég gera það Egilsstöðum? Ég er að djóka, gamli. Nei, Vestmanni. Það var æðislegt að heyri þér. Guð geymi þig. Hann var hessa sig. Komin í pásu. Ég gerði þetta líka þegar ég var að vinna í græmendinu. Það var svo gaman að heyra ykkur tótt spjalla saman. Já. Ég bara hallaði mér aftur og hlustaði, sko. Já. Það var bara eins og þið voru að æfa gamli félagar. Já, það gæti nú verið að við værum það. Ert þú Vestmanni? Nei. Það var einhvern veginn eins og talaði sama mál og hann. Já, en ég meina, það kom ekki þetta óvart, hann héti Jósúa, þannig að ekki gáttu við verið vinir. Já, og þeir eru náttúrulega íslenskir báðir, þannig að þeir töluðu sama mál. Fyrir undan það. Já, við ætlum á þessum orðum að vinda okkur í frábært lag hér með hljómsveitinni The Johnnies and the Johnnies. Og hvaða lag er þetta? Þetta er Valdimar. Þetta er Valdimar! Eða eins og við kallum hann Valdi og Mar. Dansað og dansað og dansað. 2 risatjöld í boði Elements og Agent.is. Margir af færustu plötusnúðum landsins í 3 heila daga. Miðasala í fullum gangi á bestaútiháttíðin.is. Eitthvað fyrir alla á bestu útiháttíðinni. Tryggðu þið miða á bestaútiháttíðin.is. Fabriku sósurnar, grísarifin, fabriku ísinn, skýrtertafabrikunar og gulrótarkakan. Grillhandbók fabrikunar fylgir frítt með. Hamborgarafabrikan í Hagkaup. Árið 1909 kom Ford T fyrst á götuna. Það skiptir þig engu máli. 1909
skiptir þig máli. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Í dag ofurdagur. 7 króna afsláttur með kortum og lyklum Orkunnar og staðgreiðslukorti Skeljungs á Orku og Sjálfstöðvum. Nýttu daginn vel. Orkan. Þetta Becky Sóldök hérna. Ég ætla bara að vara þig við, læstu stórisystirinn í kjallara. Sjósettir Sóldök verður á bestu útihátíðinni. Ekki missa líka bestu endurkomum ársins. Besta útihátíðin. Gaddstaðarflötum Hellu. Dagana 5. til 8. júlí. Miðasala í fullum gangi á bestaútihátíðin.is. Gerðu leikinn enn skemmtilegri með lengjunni og tippaðu á EM. Lengjan. Pepsi Max og Tuborg léttöl kynna í samstarfi við N1. Þjóðhátíð í Eyjum 3. til 7. ágúst. Náðu þér í miða á dalurinn.is. Dalurinn býður. Þjóðhátíð í Eyjum, lífið yndislegt. Sjóðandi heit sumartilboð í Krónunni. Grísakótilettur í gómsætum marineringum með 30% afslætti á aðeins 979 krónu kílóið. Ítölsku marinering, New York og hvítlaugs- og rósmarín-marinering. Krónan fyrst og fremst ódýr. FM 95 blöð. Á FM 95. Þetta er ekki besta lag í heimi, en eitt af lögum sem hafa verið samin í þessum heimi. Já. Það er nú bara svoleiðis, kæri Pétur Jóhann. Við þökkum þeim fyrir innleitið, sem að voru með þetta lag. Já, við ætlum nú bara að reyna að spila íslensk lög hérna. Já, það klúraðist hjá okkur. Það klúraðist. En þeir eru með stilt á FM 95 blöð. Við sitjum hér, Sveppi og Pétur Jóhann í fjarveru Auðablöð. Hann er í útlöndum. Vant við látin. En ekki látin. Og við verðum að halda dagskrárliðunum gangandi og það er einn af mínum uppáhalds. Það er föstudagsliðurinn Svessi Bergmann. Já. Hann er komin hérna til okkar. Hann er mættur hérna. Sverri Bergmann, velkomin. Takk. Velkomin, gaman að sjá þig. Já, gaman að sjá ykkur. Hann kemur alltaf hérna á föstudögum og tekur eitthvað lag. Já. Og nú tók hann lag sem ég er búinn að biðja í marga mánuði. Og hringdir í hann núna þegar þú vissir og ættir að fá að vera hérna í dag? Já, ég er búinn að gauka þess að þig lengi. Hringdir í mig í gær. Já. Vakti mig. Já, vakti. Það er hart. Hvenær vaknað þú á mótana? Bara, svona misjafn, sko. Já, ertu ekki að vinna? Mér er seint í dag. Nei, ég er ekki að byrja að vinna það, sko. Nei, ertu í skóla? Ekki svona hefðbundna vinnu. Ertu í skóla? Nei, ég er að gera plötu. Þú ert að gera plötu? Já, en byrju, hvenær hringdur í hann, Sveppi? Ég hringdi í hádeginu. Nei, það var svona 6:30. Nei. Morgun? Ég hringdi í hann og ég vakti hann og ég heyrði kurrið í konuna sem ég finni hann. Svona mal eins og í ketti. Já. Hvernig er ástafmálinn? Þau eru bara í fullum snúningi? Já, í fínulegi. Fullum snúningi. Hérna, það er náttúrulega Marín Manda. Já, hvernig er þú? Förum að segja það. Já. Ertu farin að kalla hann einhverjum gælunöfnum? Nei. Litla pandan. Nei, reyndar ekki. Nei, það er mjög frumlegt að þér. Mandarínan. Já. Litla mandarínan mín. Mandarínan, maður. Mandarína. Hvað er þetta að gera mandarína? Eitthvað svona? Já. Engin gælunöfn kominn? Nei, ekki að fá. En á þig? Hæ? Er hún farin að kalla þig gælunöfnum? Nei, ekki nema bara Svessi, sko. Svessi. Já. Ekki Tjöppi? Nei, ekki Tjöppi. Þú ert kallaður það hér. Já, það er mjög skrítið, sko. Já. Það er reyndar, sko. Ég ætla að reyndar að, sko, þú varst í Hamborgarablaði daginn. Er það málið? Já. Var Svessi? Já, hann var í Metroblaðinu. Já, það. Það fyrir mann sem er kallað Tjöppi Little Svessmenn, þá er það ekki málið, sko. Alls ekki. Ertu að riðið borgarum alveg hefði? Nei, alls ekki, sko. Ég er í fínu shapei, sko. Það var samt myndaðir hann og þú með borgara og svona. Tjóðsins kjátt. Í Metroblaðinu. En við getum allavega, þú getur allavega að hugga við það, Svessi. Já. Að þú máttu alveg riðja í því hamborgurum miðað og hvernig þú lítur út núna. Já, þú ert alveg svaðalega fallið. Já, sömuleiðis. Þetta er bara rugg. Hvað ert að gera? Hvað gerir? Ertu með einhverju krem eða? Hvað er lindamál? Hvað er í veskinu þínu? Auðvitað er svona líka. Já, hann er... Þið komið báðið frá Sauðárkróki. Já. En það er greinilega ekki það, því að Hugi er það hann líka. Já.
Hvað er það? Hugi afsannar regluna í rauninni. Hann er ógeðslegur. Nei, látt ekki svona. Aldrei kunna vel við Huga, maður. Hann er meira helvítis fíblið. Ég hef kunna ágætla við hann einstaklega óheppin. Já. Í framann og svona. En þú ert að lifta þungum hlutum í líkansrætt að segja. Syngur þessu engil. Já. Lift og syng. Hvað er með þessa plötu? Hvernig kemur hún út? Hún kemur út bara ábygglis eftir bróttumur. Er þetta eitthvað drastlis og Daysleeper eða er þetta... Nei, þetta er líka fest. Leðindabókið mér. Er þetta eitthvað drastlis og Daysleeper eða? Þetta er alltaf íslensku maður. Já, ég fíla það. Ég vil bara að... Og með hverjum ert að gera þessa plötu? Ég er að gera hana með Halldóri Gunnari maður sem er hérna. Já, sem að er að spila með, sem að spilar alltaf með í föstudagslög. Hann talar ekki mikið. Nei, hann segir ekki margt þessi. Hérna, veistu hvað lag hann ætlar að taka? Og þeir félagar? Ég veit það ekki. Kæru hlustendur, það er komið að föstudagslaginu í Auta Blö þættinum. Hvað heitir það? Í Auta Blö þættinum. FM 95 Blö. Þetta er Svessi Bergmann með lagi Freedom með Jack Black Joe. Nú er bara að gera að halla sér aftur í sólinni, leggjast í grasið og hella hvítvíni yfir andlitið á sér. She moved away another world. She could just fly away. Sometimes I see her by my window. She has found another life. So why can't we all fly away? So why can't we all? Já, dömum mínu og herrar, þetta var Sverri Bergmann með lagi Freedom, Jack Black Joe. Þetta var svaðalegt. Þetta var svaðalegt. Ég er alltaf að reyna að finna ykkur lög þar sem ég þarf að fá hann til að öskra, sko. Já. Ég vil heyra hann öskra. Fara hátt upp. Já. Ég var svona på tjamminu, þá var ég bara í eyran á honum, öskrandi. Öskrandi, eitthvað drasl bara. Það er mjög undarlegt. Það sem að vekur áhuga minnir það að þú hringdir í hann í gær. Þú tókst þetta upp bara á hann. Hæ? Ég skil ekki. Þetta var í beinni. Hvað meina? Já, hann tók þetta upp á hann. Við tókum þetta upp á hann, það er rétt. Nei, ég meina þið tókuð þetta ekki upp. Ég meina þið bara æfðu þetta upp á hann. Já, ég kerði þetta. Reyna að klóra í bakkan. Já, ég meina hvernig á ég að vita hvernig þetta virkar. Þeir tók þetta, ég hringdi hann í gær. Já. Og hann tók þetta upp í dag. Já. Og þetta var að spila núna. Já. Og það er það sem mér finnst vanta, það er hérna meira svona. Meira svona hvernig? Já, bara menn fá hugmynda einhverju lagi, taka það bara upp og henda í spilum daginn eftir. Já. Skilur þú? Ekki að vera að vasast eitthvað, ég vant að smá mér í bassan, bara henda þess í gang. Já. Þú ert að vinna í plötu núna sem kemur út í október. Já, þetta er bara rugl, já. Þú ert bara að gefa hana út bara í næstu helgi. Já, sumarplata Svessa Berg. Já, það er bara svo sjálfsagt, það stökkar bara allir á það sem maður kemur með. Já. Þú ert út að heimatökin hérna, maður. Við spilum hana bara alla í einu. Já, það er fyrir. Á FM. Já. Heyrðu, Svessi minn, takk að ég kella yfir þetta. Heyrðu, takk fyrir mig, maður. Þetta var yndislegt. Takk fyrir komuna. Já, Pétur, það er eitt og annað framöndan hjá okkur hérna í dag. Já, það er svo mikið framöndan að getum ekki farið yfir það strax. Nei, við ætlum að opna fyrir síman eins og velina. Já, núna bara. Heyra hvað, ef að gera það? Heyra hvernig, var fólk að hlusta? Já, var einhver að hella yfir sig hvítjunni? Já, og góða kvöldið. Já, hæ. Hæ, hvað segir kallinn? Allt fínt. Varst að hlusta á Sverri Bergmann? Já. Hvernig fannst þér? Hvernig fannst þér þetta? Gekkja með þér. Var það ekki? Það ekki. Svaðalega flott lag. Já, gekkja með þér. Heyrðu, akkur þetta hringja? Ég ætla bara að hrósa ykkur fyrir gekkja á þátt. Já! Meira það! Þetta er gekkja þáttur og grínu okkur með, þetta er awesome, sko. Já, hvað heitir þú? Einar T. Ragnarsson. Hvað ertu gamall? Ég er 14, nei fyrirgjöf, 15. Já, ok. 15. Hvað ertu stættur á landinu? Ég er í Vestmannheim núna, að vinna. Já, ertu þarna í Ísari síldarstöð þarna? Hæ, fyrirgjöf. Vinnslustöðinni? Nei, ég er reyndar í Löngu. Það voru í Löngu? Ég er að spyrja,
En vinur minn hann hlena mér og hann ætlaði að spyrja hvort það vildu vera svo góður að setja California Love á. Hvað er það? California Love. Það er gott lag, það? Tupac Shakur, strákar. Tupac Shakur? Með Tupac. Það hlýtur að vera eldgamalt lag. Já, ekki alveg nýjast held ég, en þeir eru mjög spenntir fyrir að heyra þetta. Já. Það er aldrei að vita, sko. Við sitjum ekki við takaborðið. Ég skal tala við kallinn á tökkunum og aðtöku hvað hann getur gert fyrir okkur. Já. Takk fyrir þetta og alltaf gaman að fá svona hrós í hnappagati. Aftur bara hrós. Já, takk. Takk innilega fyrir það, vinur minn. Takk fyrir. Later. Ok, bæm. Já, svona gerast kaupin á þér. Já, veistu hvað? Þessi gæi, hann kann þetta. Hann byrjaði á því að rósa okkur fyrir frábæran þátt og við alveg, vá takk, þú ert ógeðslega góður. Svo biður hann óskalag. Og hvað gerist? Hann bara fær þetta óskalag. Tupac Shakur og hvað sagði hann þetta heiti? California Love? Tupac Shakur, maður. Tupac Shakur og California Love. Það er á leiðinni til ykkar, drengir, og við verðum hér aftur eftir korter. Eða hvað? Nei, já, við ætlum að kíkja hér á forsíðu síðu heilt. Og hér er fólk. Já. Lögreglustjórinn Stefán Eiríks. Hann fær 15 strákin. Já, hann var 15 fær. Svo hérna Heit Hjúka. Heit Hjúka? Já, Erna Guðnþórs, vinsæl á vefnum. Gamla Ernan, maður. Körfi og kynþokkafull. Nú, Hrafn Gunnlaugsson með nýja barnapíu. Já. Barnapíu. Já, innan gæsalappa. Og sjónvarstjarnar Reynir Leós. Það er gott að eiga góða konu, segir hann. Saman síðan 17. Já, og með þessum orðum þökkum við Pétri fyrir þetta og hlustum á Tupac Shakur. Á sumartilboði, ísbúðin Garðabæ. Já. Þetta var ekki... Já. Náðu vopni getur maður orðið bestur í heimi. Egils gull, okkar bjór, léttöl. Þolinmæðin að vopni getur maður orðið bestur í heimi. Egils gull, okkar bjór, léttöl. Ertu á leiðin á bestu útihátíðina eða þjóðhátíð? Við útvegum tjaldið. Tjöldum því og tökum það niður fyrir þig. Rentatent.is. Í dag er ofurdagur. 7 króna afsláttur með kortum og lyklum Orkunnar og staðgreiðslukorti Skeljungs á Orku og Sjálfstöðvum. Nýttu daginn vel. Orkan. Þetta eru grillveðurfréttir Egils appelsín. Grillveðri föstudaginn 22. júní. Bjartasta helgi ársins byrjar með hægri austlægri átt í dag. Hlýjast í innsveitum og elliheimilum. Bjartast fyrir norðan, þannig að norðlendingar geta haldið upp á væntanleg Vaðlaheiðargöng með því að grafa holu, fylla með kolum og heilgrilla grís og skála í appelsíni. Stórbrotin grillskilur um all land á morgun, alltaf 20 stigi hiti í endurtek. 20 stiga hit verið þess. Það er Egils appelsín sem færir þér grillveðrið. Ekta íslensk upplifun. EM-veisla Dominos. Pizza, gos, gott og EM-fótboltamyndir. Kynntu þér EM-veisluna á dominos.is. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Rottweiler hundarnir, þeir hafa nú ekki sungið sitt síðasta. Nei, langt frá því. Yndislegi drengir hérna á ferðinni. Já. Þetta er gott lag. Já, fínt lag og hérna, hvergin er í döðis? Já. Hefur þú farið á tónleika með Rottweiler? Já, reyndar. Í álfunni? Já. Hvernig? Það eru mörg ár síðan. Já. Ég held að það hefur verið á Gaugnum meira, maður rétt. Já, ok. Ekki kannski bara tónleika, ekki kannski... Er það penge í því hér? Hver er þetta? Brjálaður hana? Hver var þetta? Var þetta einhver á línunni? Þetta er bara einhver auka fítus, já. Já, þetta er auka fítus í laginu. Nei, ég heldur að það var fullt af einhverjum böndum þarna og þeir voru eitt af þeim fyrir mörgum árum síðan. Hefur þú farið á hana Icelandic Airwaves? Já, ég hef gert það, sko. En það er líka langt síðan. Já. Það var bara... Ég hræðist það bara eins og heitan eldin, sko. Á hverju? Þetta er svo mikið einhver svona nýjum böndum og stappa liðinni í bæ og allir með einhvern passar en að komast inn til að standa í einhverju þvögu og að sjá einhverju grúpu sem gætur í fræg. Já, þetta var reyndar... Þegar ég fór hana, held ég síðast á Iceland Airwaves bara 2004 eða 2005. Þá var þetta miklu skaplegra, sko. Nú er orðið miklu fleira fólk sem vill komast á þetta. Já, nú er þetta, já. Og þess vegna er þetta í rauninni bara, ertu í rauninni að kaupa þér passa og þar að leiðandi leyfi til að standa í röð. Miklu frekar heldur en að fara á tónleika, sko. Ég nenni því ekki. Nei, ég er alveg á sömu blasju og þú með það, sko. Þess vegna er ég ekkert búinn að fara lengi.
En það önnur saga, við ætlum að hringja hér í Auðun Blöndal. Auðun Blöndal á að sitja hér. Já, hann dró okkur hérna í þetta. Já, svo hann geti farið erlendis að, já, Guð má vita, hvað er hann að gera? Hvað er hann að vasast þarna, við slum að tók hvort hann svari. Þeir reyndu að hringja hann hérna í gær. Já, hann skellt á hann. Hann skellt á Steinda og Bent. Beint á Bent. Hann heitir Beint, sko. Já, mér finnst það lélegt ef Audi svarar ekki, sko. Hann er alltaf að tala þegar hann er að hringja eitthvað í þættinum. Já. Djöðlega, hann svarar ekki, maður. Djöðlega pirrandi, maður, hann svarar ekki. Okkur svarar ekki, hringi í maður. En hvað er kallinn? Hann er eitthvað í Bandaríkjunum. Bandaríkjunum eitthvað stað, sko. Býta hann á leiðin á körfuboltaleika, ekki? Já, allir það ekki. Það var, já, hann var í nótt, er ekki? Þarna, halló? Hvað er klukkan? Klukkan er hádegi þarna, örugglega. Hann lítur að vera að vakna, sko. Þetta er náttúrulega algjörlega fyrir neðan. The wireless customer you are calling. Já. Það skeita á sig. Reynum einu svona. Ég trúi því ekki að maðurinn allir ekki að svara. Nei, maður er alltaf að gefa þessu tvistin. Já, þú veist, og fyrir utan það, ég meina, hann er með hennar þátt hérna og ég hef oft orðið vitnaði þegar hann er að blóta fólki í sand og ösku, sérstaklega mömmu sinni. Mamma hans nennir ekki að svara. Nei. Og hann er brjálaður yfir því. Við hringjum alltaf í hana. Já. Það enda nú oft með því hún svari, sko. Hún Haddi. Já, en hérna, og svo bara situr hann í Bandaríkjunum eitthvað, veistu með hverjum hann er? Já, ég held sem með Eismara. Nú, já, þannig að þetta er, já, þetta er, þannig að það verður fámennt á B5 í kvöld. Það verður fámennt á B5 í kvöld, þeir eru báðir erlendis, Hann drepið mig fyrir þetta, það verður að hafa það. Deginu ljósara, sko. Hann hefur byrjað svara strax, það hef ég aldrei sett þetta. Ætlar sé ekki bara, ég meina, voru þeir ekki að fara í ykkur á golfferð? Já, þeir ætlaðu að reyna að taka golf. Já, ég ætla að sé ekki bara kafi í golfi. Ég fór í golf. Hvenær? Í morgun. Hann fór í golfi fyrir gær. Hann gengan bóndi. Nei, fórst í golf í morgun? Já. Hvernig fjandanum fórst að því? Það er mjög einfalt, sko. Já. Þú bara setur golfsetti í bílinn. Já. Svo bara tætur upp yfir og byrjar. Hvernig bíl varst á? Ég var bara á mínum, Terrano. Nei, hvernig bíl á ég? Pajero, já. Pajero Sport. Pajero Sport. Og ferðu á honum alveg? Nei, ég fór nú ekki á honum. Bróður minn skuldlaði mér. Ég fór með honum. Ég fór með pappa. Já, hann hefur verið á vel útbúnum bíl. Já. Og djöfull var ég pirraður, maður. Hvert fóruð þið í golf? Við fórum upp á Korpu. Já, Korputorgi? Er einhver míningolfvöllur hann? Bara á Korputorgi, maður? Já, þetta er allt inni og voða næst, maður. Já. Nei, á Korpuvöllurinn, já. Já. 18 hólur. 18 hólur. Voru mættir þarna klukkan 6 í morgun? Nei, voru mættir 18 teik bara klukkan 7:40. Vá, það er snemma, maður. Já, voru mættir og svo bara lögðum við á stað, sultuslagir. Já, gott veður. Já. Og svo bara árum að veita, þá eru komnir einhverju gæjar í raskati á manni. Það er því að þú spilað svo hægt? Nei, ég spilaði ekkert hægt, ég spilaði bara venjulega, ég er bara í golfi. Já. Skilu. Já. Og svo koma þeir og eru farin að bíða og þá stressast ég allir upp. Já. Og slæg illa. Og svo bara, ekki bara hleypa þeim fram úr, jú. Og við hleyptum þeim fram úr og beðum. Þá er einhver aðri komnir í raskati, þannig að við rétt náðum að slá og svo hleyptum við þeim fram úr. Svo, við hleyptum einhverjum 3 hólum fram úr á fyrri 9. Sem er óþólandi. Sem er alveg bara ömulegt. Já, þetta er viðbjör. Það sem ég þól ekki við golfið, sko. Þess vegna vil ég bara spila á nóttinni. Já, það er langt best. Ég fer ofta þarna klukkan 10:30. Já. Borga ekki krónu. Já. Spila bara frítt. En er ekki alltaf verið að vökva vellina þá? Jú, svolítið. Þú þarfst að reikna þetta svolítið út, sko. Ég hef lendið því að vera að slá á 17. í Grafarholtinu. Já. Slæjónum inn á Greenmann. Þegar vökunarkerfið í gang? Já, þegar vökunarkerfið í gang. Nei. Jú. Og þú hikaðir ekki við, þú kláraðir hóluna? Já, ég gerði það einu sinni. Þú gerir það líka bara einu sinni, sko. Já. Þú verður rennandi blöður. En hvernig, sko, nú er ég búinn að spila líka einu sinni á þessu sumri, 18 hólur. Já. Já, kallið minn. Þú í golfi? Já. Akkur segir þetta svona eins og þetta sé eitthvað skrítið? Nei, það er bara eins og að fara á fyrirlestur með Lalla Jones í háskólanum eða eitthvað. Hvað meinar? Það er bara mjög ólíklegt. Nei, ég er rosa góður í golfi með. Já. Þú fyrst golfkilfur í afmælisgjöf? Ég fekk golfsett í afmælisgjöf. Já. Og ég var beðinn um að taka þátt í golfmóti. Hvaða fáiði bað þau það? Það var haldið eitthvað golfmót á Keilisvellinum í Hafnarfirði á vegum Sóon. Já. Og það var hringt í mig og spurt hvort að ég var ekki til í það. Og jú, ég var alveg til í það, maður, og ég var í holli með Loga Bergmann. Já. Og Logi Bergmann er frekar góður í golfi, en ég er ekki góður í golfi. Og hann leysti þetta mál sem þú ert að tala um, fólk sem er alltaf á eftir manni,
bara með, já, Pétur, við exum þetta bara. Já. Ég vissi ekkert, ég held að það væri bara fínt, skilur. En exuð hóla bara, það bara, hún er ekki með. Nei. Hann var alltaf að segja þetta við mig, skilur. Pétur, þetta er ekkert mál, við exum þetta bara. Ég held að það væri, já, það er flott. Ég var alltaf, ok, ég komið með fullt að exum það líka að vera fínt. Hann líka sagði þetta við mig svona þess að þetta væri uppbyggjandi, skilur. Pétur, þetta er ekkert mál, við exum hana. Þú veist eins og það var í... Þegar þú varst að leita boltanum með... Já, ég trúði mér, ég týndi svona 90 boltum þarna, sko. Þetta er allt í hrauni. Já, veist hvað, ég gera þetta. Þú slærið út fyrir brautarna, þá bara getur þú hleypt í. Já, þá er þetta dött. Já. En hvernig kilur þetta, með svona barnakilur eða? Nei, Sverrir, þú veist, bara golfkilur. Já. Þetta hvað heldur því sem er svona plast? Nei, ég veit það ekki. Svona plastik. Mér langar að sjá þig í golfi. Já, það er bara, þú veist, ég er ekkert sérstakur í golfi. En ég ætla samt að segja eitt hér. Ég er af öllu, þú veist, upphafsökinu og öllu þessu drasli, að þá er ég bestur inn á hana, þú veist, það sem að maður er að setja kúlunni í gatið, sko. Púta, já, bestur í því, sko. Þú vissir ekki sinni hvað það hét. Ó, ég veit að maður. Já, ég er bestur í þarna. Setja kúlunni í gatið, maður. Já, púta. Já, ég er að púta í röfið. Nei, ég er bestur í því. Þar kemur snóker bakgrunnurinn sterkurinn. Já. Ég spilaði mikið snóker. Já, ég gamla það. Já. Þannig að þar er ég góður. En veistu hvað þetta gera þegar menn eins og við sem erum alltaf að tína boltum og svona? Já. Ég fer alltaf neyri hérna æfingasvæðið. Já. Kaupi bara fulla tunnu af boltum. Æfingaboltum. Svona reynsbolta. Já. Fylli töskuna því. Er það? Og fer svo bara að spila. En fljúa þeir ekki miklu styttra heldur en hinn? Það veit ég ekkert Það vart ekki að vera með rándýra golfkúlur til þess að það Já, við erum ekki, sko, það er nú eitthvað sem við þurfum ekki að hugsa núna, það er lengdin. Jú. Það sem við þurfum að hugsa sem bara... lengst. Nei, það er að slá sem réttast og sem beinast. Já, ok. Skilju, aldrei hugsa lengd þegar þú ert með 36 í forgjöf. Nei, en ef að þú, þegar þú nærð góðu höggi, sem er kannski 1 af 20, þá er eins gott að setja með góða kúlu sem að svífur langt. Reynsboltar eru bara ég er að stríða þér, ég veit ekkert þetta. Ég er bara að bulla maður. Já, skulum opna síman hér. Já. 511-0957. Halló. Góðan daginn. Halló. Jæja, hvað er að frétta? Halló, fínt. Hvað er þetta vassast? Ég er bara að koma úr vinnslustöðinni. Þú ert að koma úr vinnslustöðinni, er bara Vestmannaeyjar allar að hringja alltaf. Já. Og hvað voru þið? Þeir veitum bara að hætta að tala golf, sko. Já, en voru þið að vinna makríl? Nei, við erum með humri. Það eru hringt í gætt margir úr makríl. Já, þið eru með humri. Það er miklu skemmtilega, sko. Ég skal trúa því maður. Voru þið með risahumar? Smá. Já, smá risahumar. Já, Guðni vorum samt sko í einn. Þannig. Hvað segirðu? Þú og Guðni voruð? Já, Guðni vorum í einn. Þið voruð í einn? Já, þú skilur þetta ekki samt, sko. Nei, við vorum líka í einn. Maður getur ekki skilið allt saman. Hvað er þið gamla stelpur? Við erum orðnar, Guðni er 17 og ég er að vera 17. Já, og þeir eru bara farnar að vinna í sumar. Já. Jöp. Og hvað er að gerast í Vestmannaeyjum helgina? Er eitthvað coming up eða? Já. Já, við þakkum kærlega fyrir það. Takk að þér innilega fyrir að hringja. Já, ok, bye. Já, FM. Góðan daginn. Hvað segir gæinn? Ég segi bara gott. Já, hvað er menn að sýsla í dag? Ég er bara í makríl í vinnslustöðinni. Þú lýgur þessu. Já, þetta er í fyrsta skipti í sögu útvarp þar sem er 100% hlustun frá Vestmannaeyjum á FM. Já, það er líka aðal sportið að ringja í FM í vinnslustöðinni núna. Er þið svona gæja sem nenni ekki að vinna og vilja bara ringja á fíblast? Já, ég meina þú veist alveg hvað er í skáp 6. Nú, hvað er í honum? Páll Óskar. Nú. Já, hann er í skáp 6. Hvað er hann að gera það? Hann er bara alltaf. Honum við tróðið þar inn ef að menn detti í gírinn. Já, hann bara liggur hann inn í fyrsti skáp og... Já. Og voru þið? Sult og slagur. Að naga makríl. Já. Heyrðu, annars góður? Annars bara hress og kátur? Já, alltaf hress og kátur. Það er gott að heyra. Það er bara frábært maður, það var gaman að heyra í þig, Galli. Já, sömuleiðis. Já, og heyrjust endilega fljótlega aftur. Já, og góða helgi. Já, góða helgi. Verðum í bandi, Galli. Já, bye. Já, fólk er svona að hringja bara svona... Bara spjalla, sko. Já, bara ræða mála. Það er nefnilega svo vannmetið útvarpsefni að fólk spjalla, sko. Já. FM?
Sérðu, við erum á eftir hérna í bílum. Þetta eru vestmanniðar aftur. Það heyrist mamma. Það heyrist mamma. Það heyrist í þér, já, ert þú, halló? Hæ. Hvað heitir þau? Hvað segir þau? Hvað getum við gert fyrir þig í dag? Þú ert í beinni útsendingu hér í FM 95 Blöð. Góðan daginn. Ég held að Pétur hafi meiri áhuga að tala við hennar móðina. Já, hún er komin að lína og það er strákurinn. Ofsalega gott að heyri þér. Og hann blessaðan daginn. Hvað er verið að vassast? Nú er bara verið að gera heim á vinninni. Já. Búinn að sækja krakkan á leikskólan? Já, námskeið. Námskeið? Já, hvað námskeið var hann á? Herru, núna var hann á hotnaboltanámskeið. Já, þeir eru Laugardal. Já, læra softball. Ekki að hringja úr Eyjum. Já, og fyrir hádegi var það körfuboltanámskeið. Já, glæsilegt. Brjála að gera. Og hvað á grill í kvöld? Herru, það verður eitthvað snitt. Ekki bara, en veit ekki þetta lambakjött. Já, ekki makríl. Ekki makríl, það er aldrei að vita hvað gerir styrna í sumar. Hann er óbóðslega góður maður. Snögg grillaður svona. Já, það ekki. Mínúta á hvori hlið maður. Var þetta sonuðinn eða dóttiðinn sem var hérna á hann? Herru, þetta er strákur minn. Hvað er hann gaman? Var í hafnabolta sko. Hann er 6 ára. Hann er 6 ára? Já. Hann heldur ammælisveisluna á morgun, ég átt að segja ykkur það. Já, það er ammæli maður. Það verður eitthvað. Það verður stuð. Já. Sveppi kemur í það. Ekki máli maður. Skellir mér í kalla á þakkinum búningin maður. Það er þetta. Þakkinum búningin og vættum maður. Heyrðu, glæsilegt, þannig að það er allir sultuslagir. Allir slagir bara. Það er gott að heyra. Yndislegt að heyri í ykkur. Já, takk sem leiðis. Heyrust. Ok. Já, gerð það. Bæ. Ætli þetta að veri kona eins og vel bara. Hvað segirðu? Ætli það að veri einhver pappi þarna heima. Eru skil... Já. Já, við erum hérna með skilabóð til ykkar, kæri hlustendur. Við skulum hlýða á þau. Þetta er Gabriel, ég og OP ásamt sérstökum gesti ætlum að spila fyrir ykkur á bestu útihátíðinni í sumar. Það er eins gott að þið mætið öll vegna þess að þetta verður trill. Besta útihátíðin Garðstaðarflötum Hellu dagana 5. til 8. júlí. Miðasala í fullum gangi á bestaútihátíðin.is. Taktu þátt í sumarleik séð og heyrt og þú gætir unnið ferð með WOW Air ásamt fjölda annara vinninga. Nánar upplýsingar leikinn í nýjasta séð og heyrt. Bernesósa fabrikunar fæst í Hagkaup. Það er ekki sama hvernig bernesósa bragðast því lífið er of stutt fyrir vonda bernesósu. Hamborgarafabrikan í Hagkaup. Er kortið þitt með eitthvað vesen? Hraðpenningar.is. Naturfrisk Engifjöröl. Geislandi góðstrykkur. Fáðu þér netlykil og vertu með á nótunum í fríinu á stærsta 3G neti landsins. Meira Ísland með símanum. Taktu þátt í vegabréfaleik N1 á ferðalaginu sumar. Stimplaðu inn í sumarið með okkur. N1. Meira í leiðinni. Frábært bóðgreiðslu. Já, þetta kvikindið Britney Spears. Já, þetta var fljótt ágreitt hjá henni. Við heldum að þetta væri helmingi lengra lag. En allt í góðu með það. Hún var snöggaði að maður. Skellti þessu brút á 1,5. Já, það er vel gert. Sem er hennar stíl. En við vorum í spjalli hér golfið á hann. Já. Ekki alveg hættir. Nei. Við komumst að... Já, við komumst að það er gólmót á morgun. Það er gólmót, já, á morgun. Já, gætlega. Sem að ég verði að viðurkenna það. Að ég skil ekki okkur er ekki búið að... Okkur aldrei búið á þetta gólmót. Já, það er glata, sko. Er það ekki? Þetta er gólmót sem að talandi við vorum að tala golf og svo var hringt frá Vestmannaeyjum. Já. Og á morgun er gólmót í Vestmannaeyjum. Já. Og það er Herminator gólmóti. Já. Og það er Hemmi fokkin Hreiðars sem að stjórna því. Auti Blöð er alltaf þar. Já, og allir þessi vitlýsingar. Er hann góður í golfi? Hefur þú spilað golf með honum? Þetta? Já, hann er ágættur. Já. Hann getur slegið, hann er svona bjáni, sko. Hann er bjáni, já. Já, hann svona tekur sér eitthvað fyrir hendur og verður strax svona þokkalega góður í öllu, svona íþróttatengt. Já, er það? Já. Það er úþólandi með. Það er alveg... En ok, þannig að til að gera langa sögu stutta, þá ætlum við að hringja í Hermann Hreiðarsson. Já, heyrum aðeins í honum. Það,
Svo líka bara segja að hann líti vel út í sjónvarpinu. Sjónvarpinu? Já, í EM. Í EM-horninu. Það alveg bara hann. Það getur vel verið að svara ekki, sko. Já, góðan daginn. Góðan daginn, Hermann Reiðarsson. Já. Komdu sæll bara að segja, ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon og Sveppi Krulli með mér hérna, við erum í beinni á FM 957. Hei, sæli piltar. Hvað segirðu gott í dag? Ég segi allt löflétt bara. Hvað í anskotanum okkur ekki bóðið á þetta gólmóti þannig morgun? Já. Ykkur báðum bóðið. Þú lífið því. Ég hef ekki fengið neitt bóðskort. Ekki heldur. Nei, það fengið e-mail. E-mail? Þú lífið því. Hvert sendur þetta e-mail? Ég heitir Jóhann@island.is. Alvaður óþokki getur verið, ég hef ekki fengið neitt svona. Ég hef aldrei fengið bóðum að koma og spila á þessu gólmóti. Samt ég fanta góður í gólfi. Þér hér með bóðið og ykkur báðu tveimur. Já, það alveg glata að þurfa að ringja eftir svona bóði, sko. Já, það hálf glata, Sveppi. Það segir eiginlega meir okkur heldur en hann. Já. Og hvað, þarf maður ekki að vera í einhvern búninga? Jú, þú þarft þess ekki, en það er bara, það skemmtilegra, það allir hinni, sko. Hvað ætlað þú að vera? Það má ekki segja, kannski? Nei, það er bara ljósa morgun. Já, má ekki. Þú átt náttúrulega alltaf Elvis-búninginn inn í skáp. Já, hann alltaf. Já. Hann alveg solid, maður. Ætlar ekki að vera með Valdi Björnarna sem Katti? Jú, en það ekki skilda. Ekki skilda? Það var æðilegur, hann var eins og Terminator í fyrra, held ég. Já, hann var Terminator í fyrra, sko. Já. Og hverju verða þarna? Getur þú name-droppað einhverjum? Já, ég... Þetta eru náttúrulega þessir vestmanninga brjálæðinga viniðinir. Já, og... Já, þetta er bara sami hópur og hefur verið og... Tóti Draumur... Já. Kristinsson. Já, hann segur. Auti Blöð? Nei, hann Þeir komast ekki. Já, en hún var búið... Þú veist, hann kemst ekki, hún var búið samt eða ekki? Jú, ég maður það ekki. Nei, frábært þér. Þú ert alveg með tölvupóstinn hjá honum. Já. En heyrðu, Hermann. Þú ert líka alveg frábær í sjónvarpinu. Já. Nei, ég er að djóka. Jú. Ég er þessi. Heyrðu, Hermann. Já. Hvað ertu? Til að, sko, öllu gríni slepptu, þá var þetta náttúrulega til styrta góðs málefnis, eða ekki? Þetta allur ágóði fer í mjög góð málefni. Já. Hvað ágóði, hvað? Það þurfti að punga út einhverju pening til að spila þarna? Já, það eru flestir nema svona einhverju spadar sem að láta bara borga fyrir sig, sko. Já, það er 50.000 krónur hver sæti. Kostar 50 skall að taka þátt í þessu? Já, þið fáið frí. Já. Heldur þú að ég var að koma með 50 skall til eiga bara? Þetta er flug fram og tilbaka að spila golf. Já, þetta er yndislegt reyndar. Já. Þetta er yndislegt. Ok, þannig að ef við höfum tök á því, þá megum við koma. Þið megum koma, þið bara mætinu á flugvöld klukkan 8 í fyrramáli. Ef þið getur látið mig vita núna, það verður betra. Já, ég ætla aðeins að ringi fyrir húnna og... Já, ég þarf að ringi mína líka. Já, svo offu setja kortir. Við vorum aðalega bara að spá af hverju við fengjum aldrei svona bóðum að koma að neitt svo. Við komum næst. En það er örugglega bara því að við eigum ekki penning. Nei, ykkur bóðið. Já. Já, nú bara þið engar umgjörskap, bara þið mæti klukkan 8 út á flugvöldi fyrramáli. Já. Yndislegt. Gaman að heyra yfir minn. Er það klárt? Það er alveg bóttið, þú þekkir okkur. Alltaf on it. Það er ekki að spyrja okkur strákunum. Það stendst alltaf allt sem við segjum. Já. Já, það er klassík. Ég sé ykkur bara spræka í fyrramáli. Það er ljómandi. Það er ekki ofsalega gott að heyri þér alltaf. Já, sömulegis. Haltu bara áfram að vera þú sjálfur, Hermann. Já, þakka þér fyrir. Ok. Leita galli. Herru, ég er ykkur. Ok, bæ. Já, bæ. Hermann Hreiðarsson, hress að vanda? Já, ætla hann að sé einhverju risastóri skyrtu með brjálæðislegan kraga eins og hann er alltaf í sjónvarpinu. Já, örgulega. Eins og setið eitthvað staðar fyrir utan vegamót. Í svakalegri skyrtu með stóran kraga. Já, risasólgleruðu maður. Já. Og allir að horfa, hann er segull að skvísur, sko. Já, þetta er maður sem hefur allt með sér. Já. Það er nefnilega bara maður. Og með sixpack og kann fótbolta, kann golf. Já, ógeðslega sterkur. Kemur vel fyrir, sterkur. Það er þannig, sko. Hann hefur einhvern veginn allt sem við höfum ekki. Jæja, kæri hlustendur. En á þessum orðum ætlum við að vinda okkur í lag, svo er Þórunn Antonía, hún er mættir. Já, hún ætlar að frumflytja eitthvað lag. Heldur betur, maður. Öss, maður, öss.
Tony and the Donuts. Nei, hvað heita þessir? Frábært lag með þeim. Calvin Harris og Neo, lag sem heitir Let's Go. Já, Let's Go. Alveg klassalag. Hann segir þetta líka með þannig rytma, sko. Calvin Harris og Neo, lag sem heitir Instagram. Let's Go. Já, Let's Go. Já, hún að koma sér fyrir hérna, hún Þórunn Antonía. Hún ætlar að frumflytja lag hérna sem að koma á nýju plötuna hennar. Já. Ég að ná þessu, hérna, ég að ná þessu rétt? Þessi rytma, já. Mjög vel gert hjá þér. Já, og svo náttúrulega fleiri dagskrárliðir á leiðinni, eins og lagið á leiðinni heim. Það nú eitthvað sem þið megið ekki missa af, en fyrst þetta, og svo Þórunn Antonía. Svo alltaf gott að segja, snert ekki takan. Þeir segja það oft. Já, þú ert að hlusta á þetta í tölvu eða eitthvað. Já, en þú veist, það er alltaf þannig og ætlar að hætta að hlusta á eitthvað, að horfa á eitthvað, þá verður að íta á eitthvað taka. Þannig að þetta er mjög gott að segja bara, og ekki snerta takan. Já. Vissið þið að smálum kredi er fyrir kóla? Sendu bara SMS í 1919 og við leggjum inn hjá þér. Kredi, einföld þjónusta. Það sést hverjir drekka Kristall. Í dag er ofurdagur. 7 króna afsláttur með kortum og lyklum Orkunnar og staðgreiðslukorti Skeljungs á Orku og Sjálfstöðvum. Nýttu daginn vel. Orkan. FM 95 blöð. Á FM 95. Þetta var Gabriel og Óbí. Þetta var hið frábæra lag Stjörnurab sem að gera allt vitlaust núna og öllum ljósakans. Og þessi snillingar, þeir verða á bestu útihátíðinni núna í sumar. Já. Og það er nú aldrei að vita nema að maður kíkið þangað. Nei, aldrei að vita. Það verður fullt af fínu stöffi. En hún komin hér, hún Þórunn Antonía. Já. Söngkona, leikkona og gaman að sjá þig, velkomin. Sömuleiðis, takk fyrir. Þú ert nú meira með svona andlit fyrir sjónvarp heldur en út af Er það? Já, svo ægilega huggulega alltaf. Takk, sömuleiðis, Takk, ég var að mynda að segja það. Þeir eru rosalega brúnir, það er það fyrsta sem ég tók að þegar ég kom inn. Sko Sveppi var að spila 18 hólur í morgun. Já, í glampandi. Þess vegna hann svona brún. Og þú ert bara með spreytan? Ég var að spila ég bara með spreytan. Þú spreytan að þig? Nei, ég spilaði 18 hólur síðustu helgi. Já, þú maður verður ekkert samt til að brúna á þessu, það er bara búið svo gott við, sko. Já, það er búið að vera svo gott við það. Nákvæmlega. Það þarf að henda niður stjúpum og reyta arfa og allt. Já, og haustlaugarnir. Komið fínt base tan. Já, ofsalega hugguleg. Það er stjúpum. Verður þú á bestu út í þig? Herði, nei. Hvað er ruglað það? Ég veit ekki. Maður hringja einhvern gæja á... Hringjum einhvern til að bóka mig á stundinni. Já, hringjum bara. Herru, græja þetta. Græja þetta. Herru, þú ert að fara að gefa út plötu? Já, hún er bara alveg að vera tilbúin. Öll músíkin er reddi, en það er bara svona smá covermál að klárast, ljósmyndir og annað. En platan er tilbúin og ég ætlum þetta að frumflytja lag fyrir FM 97 í dag. Já. Af þeirri plötu. Hvaða lög er þetta? Sem er á þessari plötu, er þetta allt samið til pappa? Nei. Já, þetta er allt eftir ömmu. Hver er að semja fyrir þið lög? Ég er að semja lögin. Spilar þú hljóðfæri? Herðu, ég og Berntsen og Oculus, Friðfinnur Oculus, erum að semja þetta. Ég sem sagt laglínun og textana og þeir gera músíkina undir, pródúsera. Berntsen er flottur. Og hérna, ég spila hljóðfæri, ég spila smá gítar og píano. Já, og harmonikupínu. Og blokkflötu? Nei, ég ekkert svo mikið blokkflötu. Spila harmoníku? Já. Hvað spilað þú á harmoníku? Ég minnst það bara skemmtilega hljóðfæri. Já, en þú semur ekki á nikkuna? Herði, ég bara samdi too late á nikkuna. Þetta meina? Það er eitthvað einin í stofu með nikkuna. Með nikkur að Bent brjálaður. Já, alveg brjálaður. En hvernig tekur rapparinn í þetta? Nú ert þú gift rappara. Já. Hann er Bent. Ekki. Nei, þú ert ekki gift honum reyndar. Nei. En hann fílar tónlistina? Já, hann fílar það rosa vel. Já. Rapparar er að fíla þetta? Já. Rapparar er að elska þetta. En Bent, hann er Bentsen. Er hann hann er ekki beint rappari? Nei. Hann er ekki rappari? Nei. Bentsen. Hann er meira svona disco, já. Bentsen er svona pop 80s guru, sko. Hann er diggi-poppar. Hann er svona hávaksin rauðherðir, alltaf í svona peysum í hjarta og mjúkum öður. Já, hann er svolítið svona indie-gæi. Hann er svona indie-pop-gæi. Já. En hvað ertu búin að vinna lengi að þessari plötu? Herðu, allt í allt, það sé ekki svona 2 ár, en þú veist, ég er ekkert búin að vera eitthvað að gera plötuna í 2 ár, en þetta samstarf okkar byrjaði fyrir 2 árum. Já. Við sem sagt hittumst og ákveðum að prófa að gera lag saman. Hvar hittust þið? Ég man ekki. Mér langar bara svona að sjá þetta fyrir mér í huganum. Þetta var á hotninu þarna hjá Prikinu og Sólun. Nei, ándjóks, ætli það hafi ekki bara verið á Prikinu. Já, bara tóku tal saman. Já, þú veist, mér langaði að gera eitthvað svona meira partymúsík. Ég hef búin að gera eitthvað svona kassagítar, rugl og það var allt ógeðslega depressing og ég nefndi ekki alveg. Þú vildi bara skella mér í spanderskalan og gera eitthvað hressandi. Hann var til í það.
Er þetta fyrsta sólóplatan? Nei, þetta er sólóplatan nr. 2. Ég gáði sólóplatið, þú veist, ég var 18 ára sem ég gerði mitt með pappa mínum. Það var meiri gítar og... Já, það var svona gítar og svona fallileg. Þú veist hvað pappinu er? Magnús, ekki Eiríksson heldur. Íslandi landið gæðin. Heldur betur. Heyrðu, hvað lag ætlarðu að okkur heyra? Herðu, það heitir So High. So High? I wanna get high. Gleðismellir, nei, það er ekkert dóp, sko, þú veist, það er bara að vera high on life og bara hamingjusamur og skotin í fólki og alls konar. Já, æðislegt. Dömmunar herrar, hlustendur FM 957, hér er flumflutningur á laginu So High með Þórunni Antoníu. Take it away. Pétur? Já, komið þið sæl, þeir eru með stilt á FM 95 blöð, það er Pétur Jóhann Sigfússon og Sverrir Þór Sverrisson. Við höfum setið með ykkur innan frá í 4 í dag í fjárveru Ötta blöð og ég verð að viðurkenna það að þetta er búið að vera einstaklega skemmtilegt. Já, þetta er búið að vera alveg yndislegt. Ötti blöð, sko... Það er alveg stórkostlegt að vera með þér hérna. Ötti blöð, í rauninni þegar maður situr hérna með honum, þá allavega í mínu tilfelli, ég verð alltaf svo stressaður. Já. Af því að það er alltaf að gera allt svo hratt. Heyrðu, Þórunn, bara takk fyrir komuna. Hún er farin? Já, Þórunn er alltaf huguleg maður. Já, þökkum henni fyrir innleti og frumflutningan á laginu sínu. Þetta er sumarsmellurinn í ár. Gæti orðið. Higher and higher. Nei, go high. Nei, hvað hétt það? So high. So high. Ég var nálægt í. Já, og ég verð alltaf svo stressaður þegar auðvitað hérna. Það þarf alltaf að vera á tíma hjá hann. Já, við höfum að drífa okkur í þetta. Já, drífa okkur í þetta, við höfum að gera þetta og að tala hraðar og... Já, skuldum auðlýsingar. Já, skuldum þetta á hitt. Ég kemur inn, þú veist, skulda ekkert, kemur ég út, stórskuldum maður. En núna með þér, skulda ekki neitt. Nei. Við erum búin að tala út í eitt ekkert. Og ég skulda ekki. Og klukkan er 6. Og klukkan að vera 6. Og það er komið að dagskráliðnum á leiðinni heim. Já. Og ég er búinn að velja lag. Er það? Já. Ég er búinn að velja lag fyrir fólki sem er núna á leiðinni heim úr vinnunni. Klukkan er 6. Það er glampandi sól. Það er glampandi sól. Fólk er að fara og kaupa sér tutta og henda honum á grillið. Já. Skelli í sig innum jafnvel ísköldum. Já. Menn alltaf kannski að... En svo hvað sagðir á hann? Þrýsta niður nokkrum köldum. Rífa tappana af einni rauðri og þrum honum út í buskan. Já. Eitthvað svo leis. Já. Og hvað er betra en að sitja í bíl á leiðinni heim og hlýða á fallega tóna með hljómsveitinni The Rolling Stones. Það er ekkert betra held ég. Og það er ekki oft sem að þeir eru spilaðir hérna á FM. Nei, ég held ekki. Það sé bara þegar þú ert hérna. Það er bara þegar ég er. Og hvaða lag ætlar að spila með Rolling Stones núna? Já, áður en ég kynni inn þetta yndislega lag. Já. Það langar mér bara að byrja á því að þakka þér kærlega fyrir að vera hérna með mér. Já, sömuleiðis. Það er algjör forréttindi að fá að vera hérna í hliðina þér. Sömuleiðis. Og þakka hlustandu sem hlýddu. Já, ekki sömuleiðis við því. Nei, þú ert ekki hlustandi. Nei. Stjórnandi. Já. Og ætla að kveðja. Við ætlum að kveðja bara? Já, við ætlum að fara út í bíl, þú ætla að skutla heim, ég er bíllaus. Já, ok. Eigum við ekki að spila þetta lag tvisvarsamt? Það er svo langt. Er þetta 9 mínútur? Þetta er mjög langt lag, sko. Þetta er fyrir fólk sem er að keyra núna um miðbænum upp í Mosó. Já, það dugar alla leið. Já. Og þetta lag heitir dugar alla leið? Nei. Nú, hvað heitir lagið? Lagið heitir You Can't Always Get What You Want. You can't always get. Þú færði ekkert alltaf allt það sem þið langar í. Nei, og það er nú bara þannig sem þetta er stundum í lífinu. Já. Og þetta eru kannski orð sem að maður ætti jafnvel að taka með sér á kottan í kvöld. Og með sér inn í helgina. Já, og bara með sér inn í helgina. Já. Og hafa þetta leiðarljósi í lífinu. Já. Og hafa þetta bak við eyrað. Takk að kærlega fyrir daginn. Sömuleiðis, vinur minn. Guð geymi þig. Guð geymi þig. Ok, bye. Friður og múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. 8. júlí í samstarfi við Pepsi Max og Tuborg. Framkoma 200.000 naglbítar, Botlæðja, Sóldögg, Gus, Blasrokka, Páll Óskar, Úlfur, Blárópar, Sigur, Friðrik Dór, Skítamórall, Ára Lives, Ingo og Viðguðnir, Agent Fresco, Á móti sól, Why Not Jack og 2 risadanstjöld í boði Elements og Agent.is.
Fylgstu með á facebook.com/bestaútiháttíðin. Miðasalan er í fullum gangi á bestaútiháttíðin.is. Í dag er ofurdagur. 7 króna afsláttur með kortum og lyklum Orkunnar og staðgreiðslukorti Skeljungs á Orku og Sjálfstöðvum. Nýttu daginn vel. Orkan. Pepsi Max og Túborg léttöl kynna í samstarfi við N1. Þjóðhátíð í Eyjum 3. til 7. ágúst. Náðu þér í miða á dalurinn.is. Dalurinn býður. Þjóðhátíð í Eyjum, lífið er yndislegt. Opið núna. Hlöllabátar Ingólfstorgi, Hlöllabátar Selfossi. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957.